Það núna komið að lokum þessa ágæta fundar og ég vil þakka gestum og nefndamönnum fyrir málefnalegar umræður verðtrygginguna. Mér langar aðeins að lokum til að taka saman helstu kosti og galla verðtryggingarinnar eins og þeir eru tíundar í skýrslu efnahags- og viðskiptaráðherra. Og ef við byrja á kostum verðtryggingar þá er talað að verðtryggingin dragi úr fjármagnskostnaði lántakenda. Þetta er rétt ef við berum saman fjármagnskostnað af óverðtryggðum lánum og verðtryggðum lánum, en þetta er ekki rétt ef við berum saman fjármagnskostnað heimila hér á landi vegna fasteignakaupa og fjármagnskostnað heimila á Norðurlöndunum vegna fasteignakaupa. Það er talað að verðtryggingin hvetji til sparnaðar. Það er rétt hvað varðar lífeyrissparnað en ekki hvað varðar frjálsan sparnað. Hún hefur ekki leitt til aukins sparnaðar. Og síðan það dregur verðtryggingin úr áhættu fjármagnseigenda. Ég held að allir geti verið sammála það. Og síðastu kostur verðtryggingarinnar er að hún lækkar greiðslubyrði lántakenda til að byrja með en hækkar hana síðan í lok lánstímans. Gallarnir sem ég fann eru fleiri en kostirnir. Það kannski lýsir meira minni afstöðu heldur en afstöðu skýrsluhöfunda. Það í fyrsta lagi þá eykur verðtryggingin áhættu lántakenda vegna verðbólgu og misvægis launa og verðlags. Verðtryggingin eykur skuldsetningu lántaka verulega á lánstímanum. Verðtryggingin magnar upp verðbólur, fólk kaupir á yfirverði vegna þess að það ræður til að byrja með við mun meiri greiðslubyrði en verður síðan seinna á lánstímanum. Og í samdrætti þá verða eignir í meira mæli yfirveðsettar. Verðtryggingin eykur á óstöðuleika eða eins og hér hefur komið fram eykur útlánagleði lánastofnana og eins og efnahags- og viðskiptaráðherra minntist á hér í upphafi að þá gerir verðtryggingin peningastefnuna óvirka eða verður til þess að skammtímavextir hafa ekki áhrif á langtímavexti. Ég vil taka undir með Eygló Harðardóttur nauðsyn þess að viðskiptanefnd láti skoða hvort að hægt að finna fjármagn á þessum niðurskurðartímum til þess að fela stofnun eins og Hagfræðistofnun að vinna skýrslu hvernig megi afnema verðtrygginguna. Því það er rétt sem hefur komið fram hérna að skýrslan sem við ræddum á fundinum fjalla fyrst og fremst kosti og galla verðtryggingar en ekki hvernig megi afnema hana. Og ég vil að lokum biðja talsmann neytenda og fulltrúa hagsmunasamtakana að skila okkur í viðskiptanefnd greinargerð með þeim athugasemdum svörum sem hér komu fram á fundinum. En ég segi þessum opna fundi viðskiptanefndar lokið að þessu sinni og þakka henni aftur fyrir.